Bjarni, þetta var svona brekka í kvöld og var aðeins meiri brekka í síðari hálfleik. Eitthvað hérna í kvöld sem Haukar hefðu þurft eða geta gert betur? Já, höfum geta gert. Takk, þetta var nokkuð góð spurning hér. Jú, við höfum geta gert margt betur. Og þannig við duttum dálítið niður í öðrum leikluta og fórum aðeins yfir það í hálfleik og ætlum að reyna að koma aðeins sterkar út í þriðja leikluta, en það var svona copy-paste af öðrum leikluta, þannig að frammistaðan svona hjá liðinu svona mestmegnis var bara ekki nógu góð í dag, fyrir utan Kýra var spræk. Náttúrulega með svona marga leikmenn í borgarlegum klæðum þá mæðir rosalega mikið á henni, kannski full þungt í þessum svona leikjum að bera upp í heilan leik eða ekki? Jú, bara klárlega. Á móti svona sterku liði þá þurfum við framlag frá fleiri leikmönnum og það bara því miður kom ekki í dag og við hittum kannski ekki á góðan skotleik heldur en við tókum þetta alltaf mikið með okkur í varnina líka. Það voru alltaf auðvelda körfur og þannig að frammistaðan var bara ekki upp á 10 í dag en áfram gekk. Loka umferðin framundan og það eru kannski örlögin ykkar, spurning hvort þið fáið heimaleikjaréttin í fyrstu umferð úrslitakeppninnar. Þegar að henni kemur, áttu von á því að þið verðið komið svona með fullmannaðan hóp? Ég veit ekki með fullmannaðan, nei. Emma náttúrulega átt og en ég svona nokkuð bjartsýnn að við fáum 1-2 leikmenn inn fyrir næsta leik en já, lítum mjög vel út með Evu og hún getur farið í kontakt helgina. En spurning með Jönu, ennþá spurningaverki með Helenu, en Emma náttúrulega bara alveg átt og ásamt ykkur fleiri yngri stelpum, þannig að en vonandi bætist eitthvað í hópinn fyrir play-offs. Við þurfum að halda aðeins að breyka hópinn og þetta verður svona kistla dálítið í byrjun. Takk fyrir spjallið, vegna ykkur vel í framhaldinu. Takk meistari.